Minn á þennan uppgjörsfund að fara yfir 3 mánaða uppgjöri sem við vorum að birta rétt í þessu og kynningin sett upp svipað og bara undanfarið, byrja að fara svona í stuttu máli yfir helstu atriði fjórðungsins og í fyrsta lagi auðvitað bara afkoman, að afkoma upp á 1740 milljónir fyrir skatta, arðsemi efnislegs eigið fé upp á rétt rúmlega 16% og það sem maður sérstaklega ánægður með að þessi afkoma í sjálfu sér bara nákvæmlega í takt við áætlanir sem við höfum birt og það þrátt fyrir að markaðsaðstæður hafa nú verið tiltölulega erfiðir á fjórðungnum, þannig að eins og ég kem betur að hérna á eftir að þá þetta fjórðungur sem ég meina að sýna að þessi stefna sem við höfum verið að fylgja á undanförnum árum að getur sagt áhættu dreifa rekstrinum, byggja upp fleiri tekjustóðir, að hún að skila sér í núna prýðilegri afkomu þrátt fyrir erfiðar markaðsaðstæður. Fjárhagsstaðan áfram sterk, solvency upp á 1,32 og lausafjárhlutfall upp á tæplega 250%. Eignir í stýringu, það lækka lítillega frá áramótum, það skýrist auðvitað tvennu, erfiðar aðstæður á mörkuðum en einhverju leyti hefur innflæði komið á móti því og að við erum að taka núna seinustu, getur sagt, tölurnar inn í reikningin sem út af lokun á breska félaginu KKVAF sem var eins og þekkið án efa flest eignastýringafélag sem við vorum að stýra 2 skráðum sjóðum út í Bretlandi. En þó að það komi þarna inn í tölurnar þá það ekki að hafa áhrif á rekstrarreikningin í þessum fjórðungi, það var allt tekið í fyrra. Með þessu uppgjöri þá erum við að setja London starfsemina eða bresku starfsemina sem fimmtu tekjusviðina sem svona birtingamynd á auknu hlutfallslegu mikilvægi bresku starfsemina fyrir okkur. Ég ætla að koma aðeins betur á því hérna á eftir. Það voru breytingar í framkvæmdastjórn núna í apríl að Anna Rut Ágústsdóttir tók við af Magnúsi Inga sem fyrirgefðu að Magnús Ingi var yfir viðskiptabankasviðinu og Ólöf tekur við af honum sem var áður framkvæmdastjóri rekstrar og Anna Rut tók við sem framkvæmdastjóri rekstrar í stað Ólafar og á sama tíma að þá var Tómas Skó Jensen sem hefur verið yfir áhættustýringun hjá okkur tekin inn í framkvæmdastjórn og áfram í sama hlutverki sem yfirmaður áhættustýringar. Við fengum samþykkt á síðasta aðalfundi heimild til endurkaupa og segjum þá núna í fyrsta skipti frá því að við höfum sótt 3 milljarða heimild til endurkaupa til fjármálaeftirlitsins og erum bara að bíða eftir svari sem væntanlegt á næstu dögum og þegar það komið þá hefjum við þessi endurkaup. Stóra fréttir á okkar mati seint í gær að félagið fékk fyrsta skipti lánshæfismat, fengum einkunna BAA2 frá Moody's sem sambærileg einkunn eins og stóru íslensku bankarnir aðrir eru með. Þeir reyndar með S&P reytinguna en þetta sambærileg reyting sem við vorum að fá hjá Moody's sem við í sjálfum sér bara í takt við það sem við töldum að reytingin ætti að verða en enga síður mjög ánægjulegt skref að fá þessa staðfestingu frá Moody's að þessi vegferð, eins og taka fram í rökstuðningi sínum, að þessi vegferð hjá okkur að áhættudreifa rekstrinum byggja upp tekjustóðir að skila sér í þessari einkunn. Og svo gerum við líka núna með samhliða birtingu uppgjörsins. Við sögðum það seinast að við værum komin núna í þetta ferli að við ætlum að birta spá til næstu 12 mánaða í hverju einastu uppgjöri og við gerum það núna og við erum að hækka spána frá því við vorum með síðast til næstu 12 mánaða og erum núna að spá 8,7 til 9,7 milljörðum í hagnað næstu 12 mánuði og samhliða því þá hækkum við líka spána fyrir árið 2022 og erum að fara þá í 8,4 til 9,2 en var áður 8 til 9 milljarðar. Og þetta að mínu mati sérstaklega ánægjulegt í ljósi þess að markaðsaðstæður hafi verið erfiðar en þetta önnur birtingamynd á því að þessi stefna sem félagið hefur verið að fylgja að byggja og fjölga tekjustóðum hún bara að skila sér bæði í spám fram á tíman og ekki síður í rauntölunum eins og kemur í ljós
þessu uppgjöri að uppgjörið í takt við spána. Og eins og ég sagði áðan, mikilvæga fréttir fyrir okkur að við fengum þetta lánshæfismat frá Moody's og þetta í takt við, svo munið eflaust ykkur eftir að seint í nóvember á síðasta ári þá héldum við fjárfestadag þar sem við kynntum 7 3 ára markmið. Eitt af þeim markmiðum var að fjármögnunarkostnaður félagsins yrði sambærilegt eins og annarra íslenskra banka og við höfum frá þeim tíma náð töluvert miklum árangri í því í seinustu 3 útboðum í íslensku krónum en hefur verið töluvert í land í varðandi erlendu útgáfuna og í takt við það markmið var ráðist í þessa vinnu að sækjast eftir lánshæfismati og afskaplega mikilvægt og ánægjulegt að það skilað sér í hús og við höfum þá þær væntingar að það leiði til þess að fjármagnskostnað okkar í gjaldeyri muni bæði aðgangur batna og fjármagnskostnaður lækka sem gerir það að verkum að félagið ætti að vera í betri stöðu til þess að bara veita samkeppni ekki bara þá í krónu fyrirgreiðslum heldur líka í fyrirgreiðslum í gjaldeyri. Þannig að þetta afskaplega ánægjulegt að þetta sé búið og niðurstaðan sé eins og hún Og eins og ég sagði áðan, Bretland orðið 5. tekjusviðið frá og með þessu uppgjöri. Áður var breska starfsemin færð til bókar eða gert upp sem hluti af fjárfestingabankastarfseminni en núna breska starfsemin að mikilvægasti hlutin af bresku starfseminni eins og við fórum yfir í síðasta uppgjöri að það lánafyrirtækið Ortus sem eingöngu að veita lán með veði í fasteignum og á tiltölulega lágu loan to value og það skila sér að hluta til inn í þetta uppgjör að í þessu uppgjöri Ortus inn í 1 mánuð en auðvitað inn í spánni að þá Ortus komið inn og það má svo sem líka segja það líklega í þessum fjórðungi þó sé erfitt að telja það nákvæmlega saman að það má gera ráð fyrir því að hreinn vaxtamunur sé kannski það bil 100 til 200 milljónir lægri en ella vegna þess að við erum búin að vera með félagið yfir fjármagnað út af þessum kaupum á Ortus. Þannig að og það svo sem eins og við höfum gert þegar við höfum ráðist í fjárfestingar eða kaupa þá höfum við reynt að safna fyrir því áður en það gert og í því skyni má til að mynda nefna útgáfuna sem fórum út í Svíþjóð í byrjun árs sem að hluta til var nýtt til þess að fjármagna Ortuskaupin. Afkoman sjáið þið að kökuritið sem ég svo hrifinn af að sýna hvað félagið raun og veru áhættu dreift, hvað eru margar tekjustoðir. Núna á fyrsta fjórðungi var viðskiptabanka starfsemin mikilvægust en svo sjáum við að breska starfsemin komin inn þarna sem með 2% en eins og ég sagði áðan að breska starfsemin eingöngu 1 mánuð af fjórðungnum og ég býst við því að við munum sjá þessa tölu vaxa í næsta fjórðungi og svo áfram. Og það líka rétt að taka það fram að í uppgjörun hjá okkur upp á þá afkomu upp á 1740 milljónum að þar afskrift upp á rétt rúmar 100 milljónir út af afskrift af óefnislegum eignum sem voru tilkomnar út af samruna Kviku og TM. Þannig að það má segja að grunnreksturinn sé allavega þá 100 milljónum hærri og þegar við erum að velta fyrir okkur til að mynda eigið fé félagsins talið sem KAR að það inniheldur til að mynda ekki óefnislegar eignir þannig að það má segja að eigið fé sé að vaxa þá ekki bara hagnaðinn heldur þessar 100 milljónum og bæta þar við að því þetta afskrift af óefnislegum eignum. Myndrænt, við skoðum afkomuna eftir mismunandi tekjupóstum, ein birtingarmynd á hvað tekjugrunnurinn orðinn dreifður og sjáum við það að afkoman töluvert mikið betri heldur en í fyrra en þá geta glöggir áhorfendur átt að segja á því að TM var ekki orðið sameinað bankanum á fyrsta fjórðungi þannig að það hefur auðvitað gríðarlega mikið að segja en sjáum við samt þessu vaxtamuninn, hann að vaxa mikið frá því í fyrra, dregst lítið eitt saman frá
fjórðungnum, frá seinasta fjórðungi á seinasta ári, en þar þarf að hafa í huga, eins og ég sagði áðan, að það má ekki segja að það sé svona 100 til 200 milljónir neikvæð áhrif á vaxtamun, að við höfum verið að fjármagna Ortus, Ortus fjármagnunin kemur hann í lokin, og svo líka var tekjufærsla á Q4 upp á rétt rúmar 100 milljónir þegar við vorum að taka yfir samræma, getur sagt, aðferðafræðin við mat á lánum sem höfðu verið í lykli og í kviku. Það hafði jákvæð rétt rúmlega 100 milljón áhrif. Þannig að ef við leggjum það saman, að þá þetta svona 200 til 300 milljónir sem að gera ráð fyrir að það hafi haft neikvæð áhrif á hreina vaxtamun frá síðasta fjórðungi. Þóknunartekjur, það eru lítið breyttar, dragast örlítið saman frá fyrra ári. Iðgjöld, þau dragast lítið eitt saman vegna að það eru aðeins meiri tjón heldur en í fyrra. Fjárfestingartekjur, sérstaklega ánægjulegt að þær eru tiltölulega sterkar þrátt fyrir þessu minni heldur en það hafa verið á undanförnum fjórðungum, en tiltölulega sterkar í ljósi aðstæðna á mörkuðum. Og rekstrarkostnaður, hann dregst lítillega saman frá seinasta fjórðungnum í fyrra, en það voru töluvert af einskiptiskostnaðarleiðum þá, eins og við fórum yfir, en rekstrarkostnaður í sjálfum sér bara nánast nákvæmlega eins og áætlanir gerðu ráð fyrir. Þannig að við leggjum það saman, að þá held ég við getum sagt að þetta sem svona ein birtingarmynd á því hvað tekjudreifingin í félaginu orðin dreifð. Og ef við skoðum þetta myndrænt, skoðum frá fyrra ári, að þá sjáum við þetta tiltölulega einföld mynd, að það eru bara allir liðir að batna aðeins nema rekstrarkostnaður eykst, sem bara í samræmi við áætlanir og félagið miklu stærra. Þannig ég ætla svona ekki að stoppa sérstaklega við það. Tryggingarhlutin, þá sjáum við að samsetta hlutfallið 101%, sem enga síður, þó að sé yfir 100%, þá þetta lækkun frá því í fyrra, þegar hlutfallið var 1,5% hærra, og og það þarf að skoða samsetta hlutfallið í TM í því ljósi að sögulega þá hefur fyrsti fjórðungur verið með hæsta samsetta hlutfallið, af því að ég held að sé einfalt að útskýra það bara með því að við búum í Íslandi og það versta veðrið í janúar, febrúar og mars, og þá verða tjónin frekar. Og eins og ég kem á eftir, megnið af til að mynda hlutabréfastöðu félagsins sem félagið ber, eða samstæðan ber áhættu af, í gegnum TM, þannig að þar getur sagt í gegnum fjárfestingar eignir TM, að þar koma langmest áhrifin af aðstæðum á mörkuðum, og fjárfestinga, getur sagt, eða ávöxtu fjárfestingaeigna töluvert mikið lakari heldur en í fyrra, en enga síður jákvæðum tæpt prósent á fjórðungnum, og meðal annars til þess að gefa markaðsaðilum betri innsýn í hvar áhætta liggur, þá erum við með meiri sundugreiningu heldur en við höfum áður verið á efnahagsreikningum rétt og eftir. Og fer bara beint í það, í efnahagsreikningin, þá sjáum við það að hann aðeins að stækka frá áramótum, og mér langar sérstaklega að taka fram neðsta punktinn í textanum. Þá sjáum við það að félagið með, að samstæðan með jákvæðan verðtryggingarjöfnuð upp á tæpan 15 milljarða í lok fjórðungs, og núna á næstu 2 vikum þessi verðtryggingarjöfnuður að fara að vaxa tæpa 4 milljarða til viðbótar, að því að félagið búið að tilkynna eigendum skuldabréfa lykils sem eru verðtryggð upp á tæpa 4 milljarða, að þau verði uppgreidd. Þannig að verðtryggingarjöfnuðurinn að fara þá í þarna 80 milljarða, rúma 80 milljarða eftir þá uppgreiðslu sem hefur verið tilkynnt. Svo ný framsetning á lausafjáreignum, eða likvideignum og lausafjáreignum, og þar sjáum við inn í textanum, þannig uppi þá hægra megin, hvað mikið af verðbréfastöðunni sem í eigu bankans út á áhættuvörnum, sem þá eignir sem bankinn ber ekki beina fjárhagslega áhættu af, heldur þetta verið að verja framvirkasamninga eða annað því um líkt. Þannig að sjáum til dæmis þessi eign upp á 23,3 milljarða í skráðum hlutabréfum, að þá
tæplega 17 milljarðar af því varnir út af framvirkusamningum sem félagið hefur gert við viðskiptavini sína. Og afgangurinn þá, þessir rúmir 6 milljarðar, að þeir eru að langmestu leyti í TM eins og ef við skoðum saman glæruna sem við fórum áðan yfir TM hlutan. Þannig að ef við leggjum þetta saman þá má segja það að hlutabréfa áhætta eða bein hlutabréfa áhætta samstæðunar, hún liggur fyrst og fremst TM megin. Og þetta við fundið það frá markaðsaðilum að það hefur verið eftirspurn eftir því að fá að sjá þetta, hvað er mikið af verðbréfastöðunni sem eru varnir út af framvirkusamningum. Og ef við tökum lán til viðskiptavina þá er aðeins önnur framsetning á hvernig lánabókin er samsett. Þá sjáum við að lánabókin í lok fjórðungs upp á rétt rúma 80 milljarða. Stærsti hlutin eru bílalán í gegnum lykil, tæpir 30 milljarðar, 28 milljarðar, 9 milljarðar þar til viðbútar sem eru atvinnutæki gegnum lykil. Svo eru fasteignalán á tæpa 13 milljarða. Það er mjög lítið eins og staðan er núna í fasteigna þróunarverkefnum, einungis tæpir 4 milljarðar. Svo eru lán vegna fjárfestingarlán eða rekstrarlán upp á tæpa rúma 8 milljarða. Lán með veðum í verðbréfum, tæpir 4, og svo lánin sem eru tilkomin út af fjártæknifélögunum með fjártækni vörumerkjunum Aur og Netgyro upp á rétt rúma 5 milljarða. Það eru þetta mjög vel dreift lánasafn, þetta eru mjög margir undirliggjandi viðskiptavinir sem eru með þessi lánafyrirgreiðslu og það hefur gengið, þessi hluti af starfseminni hefur gengið afskaplega vel, vanskil hafa verið tiltölulega lítil þarna. Og svo að lokum þessi síðasti hluti sem var þá komið inn núna í þessum fjórðungi, að á efnahagsreikningi Ortus voru í lok fjórðungsins í kringu 12 milljarðar. Það er minna heldur en við gerðum ráð fyrir yrði á þessum tíma þegar við keyptum félagið, en lánapípa Ortus er afskaplega sterk núna og það má sjálfum sér segja að bara ástandið í heiminum hafi einhverju leyti gert það úti í Bretlandi eins og hérna í Íslandi að svona ákvörðun að taka varðandi fjárfestingar og viðskipti það hefur ekki hraðað henni. Þetta er svona aðeins hægt á en enga síður að pípan hjá Ortus nokkuð góð. Svo bara eins og áður, gæðaflokkun eða stage-flokkun útlánuna, þá sjáum við að stage 3 lánin, að þau vaksa svolítið í kring úr 1,4 milljörðum í 3,3 milljarða og það er nánast eingöngu tilkomið vegna Ortus. Að þar hefur, eins og Ortus lánar, eins og við höfum farið yfir áður, að þetta eru eingöngu lán með veði í fasteignum og tiltölulega lágu loan to value og sögulega hafa verið lítil sem, sjálfsagt þeirra ekki ennþá allavega, tapað 1 pundi á höfuðstóli á lánum og það sé kannski ekki að gera ráð fyrir því að það verði alltaf svoleiðis. Ef þú ert í lánastarfsemi þá muntu einhvern tímann fá útlánatap, en þar hefur það verið svoleiðis að Ortus hefur sögulega verið með hærra hlutfall af sínu lánum í stage 3 flokkun heldur en bankinn til að mynda en útlánatöpin samt verið lítil. Og þetta er svona svo bara í samræmi við þær væntingar sem við höfðum þegar kaupin Ortus voru kláruð. En þetta gerir það verkum að við erum núna búin að gjaldfara í gegnum rekstur 1,7 milljarð af væntum útlánatöpum. Og ef við tökum skuldahlutan af efnahagsreikningum, þá vex það auðvitað vex það eins og eignarhlutin og þar kannski rétt að taka tvennt fram að vátryggingaskuld TM, hún hækkar töluvert, er þarna tæpir 28 milljarðar áramótin, en það er tilkomið út af því að megnið að mjög stór hluti af tryggingum er á gjalddagum áramót og þá verða til viðskiptakröfur á móti. Þannig að þetta er svona bara eðlileg árstíðasveifla á þessari stöðu. Og svo hinn hluti sem ég langaði sérstaklega að taka fram, að það er töluvert mikil aukning í innistæðum hjá okkur. Á fjórðungnum aukningu innistæðum upp á tæpa 9 milljarða
og sú aukning hefur haldið áfram sem má meðal annars sjá eins og í þessu uppgjöri hvaða lausafjárhlutföllin eru sterk. Og ef við horfum á hvaða áhrif hefur þetta á eigið fé, að þá má segja að tökum bara beint í seinasta punktinn, af því að þetta er náttúrulega pínu flókið að vera bæði banki og tryggingafélag, að opinberi mælikvarðinn okkar á samstæðunni er solvency, en við mælum samt bæði þá getur sagt eiginfjárhlutfall eða CAR fyrir bankan og svo solvency fyrir tryggingafélagið og svo solvency fyrir samstæðuna saman. Þannig að ég get þá sagt að solvency fyrir samstæðuna, ef við gerum ráð fyrir því að sá hagnaður sem myndast á þessum fjórðungi þrátt fyrir að þetta sé óendurskoðað uppgjör sé inn í solvencyinu, að þá er solvencyið 1,37 sem væri hægt að túlka svoleiðis að við erum með 37% meira eigið fé heldur við þurfum að binda í starfseminni miðað við lögbundna auka eins og staðan er núna. Og CAR hlutfall þá í bankahlutfallum upp á 27,5 og þetta er auðvitað eitt af því sem Moody's til dæmis fjallað að þessi fjárhagsstaða náttúrulega er afskaplega sterk og í samhengi við evrópska banka að þá er munurinn enn meiri ef það væri horft á vogunarhlutfall, hvað efnahagsreikningurinn er í raun og veru lítið gíraður. Og spáin áfram, birtum við spána til næstu 12 mánaða. Við erum að gera ráð fyrir því að arðsemi efnislegs eigið verði 19,9 til 22,2% sem er þá 8,7 til 9,7 milljarðar og frá því seinasta birta spá hjá okkur var 8 til 9 milljarðar, þannig við erum að hækka hana töluvert til næstu 12 mánaða og enda er Ortus komin inn í spána núna að fullu leyti og svo gerum við, eins og kemur þarna fram líka, þá erum við að breyta matinu fyrir árið 2022 að við erum að hækka það mat upp í að við teljum að afkoma félagsins verði 8,4 til 9,2 milljarðar úr 8 til 9 eins og ég sagði áðan. Og þetta byggir auðvitað á forsendum og helsta forsendan er auðvitað að við gerum ráð fyrir því að ávöxtur fjáreigna verði 6,8% á næstu 12 mánuðum en í því skyni er samt alveg rétt að taka fram og það gerir maður svona sérstaklega ánægðan með þetta uppgjör sem við erum að fara yfir núna að á þessum fjórðungi þá var ávöxtun fjáreigna TM 0,7% eins og ég sagði áðan en samt var afkoman í takt við áætlanir sem er að mínu mati bara frábær birtingamynd á því hvað þessi stefna að áhættu dreifa rekstrinum leggja áherslu á mismunandi tekjustrauma, hvað hún hefur skilað miklu. Og við höfum auðvitað verið að undirbúa töluvert mikið að efni þegar við höfum verið að fara yfir þessa sögu, fortíðina, stefnuna, hvert í stefnum fyrir Moody's og þannig að við hyggjumst núna seinna í þessum mánuði að bjóða markaðsaðilum upp í hádegisverðarfund þar sem við ætlum að taka svona styttri útgáfun af þessari kynningu. Við ætlum ekki að leggja á neinn að fara á 6, 7, 8 tíma kynningu þó að mér finnst gaman að hlusta sjálfa mig tala þá er þetta meiri sér langt fyrir mig að fara yfir svona langa kynningu en taka svona kannski klukkutíma kynningu þar sem við erum að fara yfir stefnuna og svona gefa innsýn í hvert við hyggjumst fara með félagið áfram, hvað er á döfunni. En þetta var síðasta glæran en ef það eru spurningar þá eru þetta velkomið að svara þeim og eins og áður að ef það vakna þegar við birtum auðvitað bara rétt áðan þannig ef það vakna líka spurningar í framhaldinu og þá eru auðvitað velkomið að hafa samband við okkur og við munum svara þeim eftir bestu getum og eins og þið sjáuð kannski að mikið af þessum að það var hluta þessum breytingum sem er á þessari kynningu milli fjórðunga til að mynda upplýsingar hvað er mikið, eins og ég sagði áðan, hvað er mikið af eignum í skráðum verðbréfum sem eru í raun áhættuvörn að við
þegar við fáum ábendinga frá markaðsaðilum að aðilum finnist einhver upplýsingar vanta, þá reynum við að verða við því. Þannig að það kemur inn núna út af ábendingum til að mynda. En einhverjar spurningar? Spurning hérna í pósti. Verið að gera ráð fyrir betri fjármögnunarkjörum og þar að leiðandi hærri hreinum vaxtatekjum í áætlunu núna í ljósa þess að við erum komið með lánshæfismat, og ef ekki, hversu mikil gæti áhrifin orðið á hreina vaxtatekjur? Fyrri hlutin af spurningunni einfaldur, svarið bara nei. Við erum ekki að gera ráð fyrir bætingu á fjármagnskjörum. Hversu mikið gæti það haft áhrif? Það vonandi bara mikil, ef maður segir það svoleiðis, en ef maður ætlar að svara því bara svona, svo hvað þetta væri svona hægt að hugsa það, þá má kannski segja að í undanförnum útboðum og hjá okkur hérna í Íslandi þá höfum við verið með sambærilegan fjármagnskostnað eins og stærri bankarnir, sem gefur það kannski til kynna að innlendi markaðurinn hefur metið áhættuna hjá Kviku sambærilega eins og hjá stóru félögunum. Þannig ég myndi telja að áhrifin á fjármögnun félagsins innanlands væru lítil, en aftur á móti þá var útgáfan hjá okkur í Svíþjóð sem fórum í janúar, þá vorum við að gefa út litla útgáfu á 280 punkta álagi, meðan hinir bankarnir eru að gefa út einhvers staðar undir 100 punktum og jafnvel töluvert undir þeim. Þannig að þar eru auðvitað töluvert tækifæri til þess að bæta fjármagnskostnað, en það tekur auðvitað bara tíma að við erum nýr útgefandi, við erum lítill útgefandi, við þurfum að fjárfesta í þá bara tengslunum við þessa mögulegu skuldabréfakaupendur, og við þurfum auðvitað líka að hafa í huga að við höfum mjög lítið verið í að veita fyrirgreiðslu eða lán í gjaldeyri, en það auðvitað var að breytast aðeins núna með kaupunum og Ortus, þannig að ég myndi kannski segja að þetta lánshæfismat það svona eykur frígráð okkur til þess að keppa þar sem við viljum keppa, þannig að ef við værum að taka núverandi efnahagsreikning og færa og reikna nýjan fjármagnskostnað á hann, þá ætti það að hafa tiltölulega lítil áhrif af því að það ekki það mikið af fjármagnskostnaðinu sem í gjaldeyri, fyrir utan kannski þessi 12, 13, 14 milljarðar sem eru í Ortus. Þar getur þetta verið ákveðin tækifæri, en þetta kannski frekar býr til svigrúm og tækifæri til framtíðar. Og fleiri? Næsta spurning hérna, getur þú gefið meiri innsýn inn í þróun á óskráðum fjárfestingareignum TM og fjórðungnum? Það fara sérst úr rúmum 4,3 milljörðum í 5 eða tæpa 6 milljarða. Hversu stór hluti eru uppfærslur? Nú heppin hérna, Sigurður Viðarsson á fremsta bekk. Kallaði bara í Pontus, ekki? Já, það voru engar uppfærslur á fjárfestingareignum TM hérna, í þessum fjórðungi, og í raun og veru frekar niðurfærslur, af því að stærsta óskráða bréfið með tengingu við skráðfélag sem Marel, sem lækkaði á fjórðungnum. Þannig að þetta bara aukning hérna í óskráðum eignum. Það var einfalt svar við því. Engar uppfærslur á TM á verðmæti óskráðra eigna. Já, góðan daginn, hérna úr sal. Nú okkar að spyrja út í Ortus. Nú hefur komið fram hjá okkur að raun og veru hafi orðið lítil endanleg útlánatöp hjá félaginu svona í gegnum tíðina, en bara vegna breytinga á ástandinu í umhverfinu. Það eru mjög litlar afskriftir hjá Kviku á fjórðungnum. Eru einhverjar verulega svona að minnsta kosti afskriftir svona í módelum sem munu áhrif á afkomuna á komandi fjórðungum? Ef við horfum aðeins aftur tilbaka, þá höfum við verið að færa í gegnum rekstur kannski frekar hærri tölur heldur en hafa svo verið í raun. Þannig að, og við höfum bara haldið því áfram, við höfum ekki að breyta því mati. Þannig að ég get ekki séð neitt sjálfur eins og staðan er núna að það séu vísbendingar um það það séu miklar afskriftir í pípunum. Og það er eitt af því sem okkur langar að gera á þessum hátíðisfundi til að mynda, að því við settum töluvert mikla vinnu í að upplýsa og greina svona bara hvernig veðhlutföll í lánasöfnunum hjá okkur. Þannig að við hyggjumst til dæmis sýna það, bara mismunandi flokkar, svipað og ég sýndi áðan, bara hvaða veður á bakvið og hvað er loan to value, og þegar menn sjá það þá held ég að aðilum líði nokkuð vel með lánasafnið.
en eins og ég sagði samt áðan að þó að það hafi verið lítil eða nánast engin útlánutöp hjá Ortus, þá held ég að maður er ekki samt að gefa sér þá forsendu að það sé hægt að vera í útlánum án þess að tapa á því. Og ég get alveg sagt það að til að mynda í kostgæfnisathugunum sem við gerðum á Ortus, þá kom upp eitt mál sem ég finnst alveg líklegt að leiði til útlánutapa, þó að nú stjórnendur Ortus telji það ekki verða. En og þá bara tekið á því í samningnum, þannig að það þurfi ansi margt að ganga á til þess að félagið beri skaða því, að það var bara samið hvernig þetta taka á því. En það er auðvitað í grunninn, ef hagkerfi gengur illa þá er vont að lána peninga, en vörnin er þá að vera með, þetta er 2 varnir við því, það er að vera með driftsafn og svo vera með veð. Og kannski getum við bætt við þriðja að vera kannski líka með lítið lánasafn eins og við erum með núna, og stærsta áhættan varðandi útlánum sem ég horfa á það er auðvitað bara verðbólga. Og þá er maður auðvitað ánægður með það að ef við tökum inn í þá uppgreiðslu sem við hefum tilkynnt á lánafyrirgreiðslu líkils eða skuldabréfi líkils, að þá erum við með tæplega 20 milljarðar skakkan gjaldeyrisjöfnuð. Þannig að, ekki gjaldeyrisjöfnuð, verðtryggingajöfnuð. Þannig að ég held að við séum vel varin, en það er samt, ef það rignir mikið, að þú lendir ekkert í sól þú farir inn, þannig að bara áhætta er áhætta, en það er hægt að reyna að taka á henni, en maður losnar ekkert við hana. Við störfum í aðalega í íslenska hagkerfinu, og ef það verður útlánatöp þá mun það hafa áhrif á okkur eins og aðra. Eru þið með einhverjar uppfærslur á einhverjum eignum? Er einhverjar uppfærslur á einhverjum eignum, semst óskráðum eignum, annarkvort TM-megin eða kvikumegin? Já, Sigur svaraði á hann, ekki TM-megin. Það var, Ragnar, þú kannski, það var ekkert stórt. Það var, ef ég man það rétt, það var ekki ein eign sem við færðum upp vegna þess að það voru viðskipti sem og það var bara ekki verjandi að gera það ekki, en við gerum það, settum reyndar svona likvidity álag á það, þannig ég held ég get alveg sagt með mikilli samfæringu að það er ekki verið að búa til eitthvað ofmat, og þetta er tiltölulega lítil uppfærsla. Þannig að ef þetta verður já eða nei spurning, ef það verður orðið svoleiðis, eru uppfærslur sem hafa verulega áhrif á reikninga félagsins, það myndi ég segja nei, það verður ekki verulega áhrif, en það eins og sé, þetta er kannski ein eign sem var farið upp hjá bankanum, sem eitthvað telur. Og byggt, eins og ég segi, byggt á viðskiptum milli ótengdra aðila. Ef það eru enga frekari spurningar, þá bara þakka ég fyrir ágæta fund, og eins og ég sagði áðan að á næstu dögum munum við kynningafund sem við höfum í hyggju að hafa í hádeginu 24. sem við ætlum að svara eitthvað af þeim spurningum sem við finnst líklegt að markaðsaðilar hafa áhuga á því að fá meiri innsýn í. Takk.